Skoðum nú hvernig þetta virkar meira praktískt. Þess að yfirleitt erum við ekki með hrein mól af efnum, heldur fáum við gefin upp til dæmis grömm, rúmmál eða eitthvað álíka. Ímyndum okkur bara að við vildum búa til 100 grömm af vatni úr þessari efnajöfnu hérna og við viljum vita hvað þarf mörg grömm af súrefni og hvað þarf mörg grömm af vetni. Þetta eru sett óþekktar stærðir. Þá getur verið þægilegt að búa til eins og litla töflu hérna. Við ætlum að hafa hér massa, það eru sett grömmin. Og til þess að reikna út úr þessu þurfum við að vita mólin, vegna þess að hlutföllin í efnajöfnunni eru í mólum en ekki grömmum. Svo við þurfum að breyta 100 grömmum af vatni í mól til að geta þá fundið hvað þarf mörg mól af súrefni og mól af vetni. Og til þess að breyta í mól þurfum við mólmassa. Og svo ætlum við þá neðst í töflunni að hafa mól. Fyrst að við ætlum að reikna út grömmin af bæði vetni og súrefni, þá er alveg ágætt að hafa hérna mólmassa allra efnana. Vatn er 18,016 miðað við að vetni sé 1,008. Athugiði að mólmassin er ekki reiknaður með því að hafa töluna fyrir framan með. Mólmassi vatns er H2O. Þessi 2 fyrir framan eru bara að segja okkur að það hafa myndast 2 stykki vatn í þessari efnajöfnu. Í einhverju annarri efnajöfnu gætu það myndast 3 vötn eða 4 eða 5, en mólmassi vatns er samt alltaf rúmlega 18. Súrefni er 32 grömm per mól. Það er O2, þannig að það eru 2 O. Og vetnið er gert úr 2 H-um, H2, þannig að það er 2,016. Og svo getum við reiknað sem sagt 100 deilt með mólmassa vatns, að því mól eru grömm deilt með mólmassa. Og það fáum við 5,55 mól. Það er sem sagt útkoman, þetta eru mól. Þetta eru mól af vatni. Við fáum þetta út með því að segja 100 grömm deilt með 18,016 grömm á mól. 100 deilt með 18,016 gefur okkur 5,55 mól. Samkvæmt efnajöfnunni, til að mynda 2 mól af vatni, þarf 2 mól af vetni, sem þetta er jafn mörg, þannig að við getum þá skrifa 5,55 strax hér líka. En helmingi minna súrefni, þannig að hér verður helmingurinn af 5,55 sem er þá 2,775. 2,775 mól. Þannig að út frá grömmunum af vatni finnum við mólin. Við segjum 100 grömm deilt með mólmassa vatns og fáum mólin. Svo notum við hlutföllin í efnajöfnunni til að reikna mólin af hinum efnunum. Alveg eins og við gerðum í fyrra myndbandinu. Það eru jafnmörg mól af vatni eins og af vetni fyrir hvarf, af því það er 2 fyrir framan bæði. Og mólin af súrefni eru helmingi færri, því að efnajafnan eða uppskriftin segir okkur að þessi helmingi minna súrefni heldur en vetni eða vatni. Til þess að finna svo grömmin þá margföldum við
bara með mólmassanum. Þannig að 2,75 sinnum 32 gefur okkur 88 grömm af súrefni, 88,8 meira að segja. Og vetnið var 5,55 sinnum 2,016 eða 11,2 grömm af vetni. Þess að við fáum grömmin með því að margfalda saman mólin og mólmassan í báðum tilfellum. Og takið eftir að það er ekki tilviljun að ef við leggjum þessar tvær tölur saman, 11,2 grömm og 88,8 grömm, þá fáum við út 100 grömm. Þess að massi efna fyrir hvarf er jafnmikill og massi efna samtals eftir hvarf. Og hér er vatn eina efnið. Þess að við eyðum engum massa eða búum til nýjan massa við efnahvarfið. Svona má alltaf reikna út ef við erum með grömm gefin af einhverju efni. Þá breytum við þeim í mól og það er svo alltaf hægt að finna mólin af hinum efnunum út frá hlutföllunum í efnajöfnunni.